kom upp sem mest á. Já. En segðu mér þá aðeins frá sko það sem þú manst eftir alveg frá þessu tímabili og það kannski renni saman árin. Afiðinn deyr og svo orðin Ólafsvörður sem kaupstaður og það þarf að ráða bæjarstjóra. Já, sko, pabbi gerist víst oddviti hreppsins. Já. 1900, rétt upp 40 eitthvað. Allavega manni að hann var oddviti á lýðveldisháttíðinni 44 sem var haldin upp á hérna fram í samkomuhúsinu Hringverskoti sem nú heitir Hringver. Já. Og síðan áramótin næstu þá búið að ákveða það vegna deilna ég nú ekki nógu inn í því Ólafsfirðingur vildi fá Bekktarhöfn. Já. Hafnarskilur voru slæm og sýslunefnd Ólafsfjörður átti ekki mikla peninga og þurfti að fá lán og sýslunefnd neitaði að ganga í ábyrgð og það var skilyrði fyrir lánveitingu að sýslunefnd samþykkti það, gangi einhverja ábyrgð og þá var farið í það að sækja að yrði sjálfstætt sveitarfélag og það var síðan samþykkt á Alþingi og varð bæjarfélagið Ólafsfjarðarbær sem kallaði og þá var kosin bæjarstjórn þá í ársbyrjun 45, ég held ég muni rétt árstalið og pabbi var búinn að vera oddviti sem þá var orðið heilmikið starf það var komið orðið það margt fólk og hann var þá beðinn að vera bæjar fyrsta árið, þá svo að kjósa altså eftir 1 ár nýjar sveitarstjórnir, þær eru alltaf kosnar á 4 ára fresti, þú veist allt það. Og hann var, beðinn held ég að gegna þessu starfi og hann var þá kallað bæjarstjóri í 1 ár fram að næstu kosningum. Það mikið að vera þarna sko fyrir utan höfnina þá náttúrulega sundlaug sem hefur verið bylting. Sundlaugin var, já. Og stutt í barnaskóla. Já. Það var mikið framfara hugur í búin. Já, alltaf þessum 10 árum, stórar framkvæmdir sko. Já. Og rafveita. Og rafveita, já. Það nú eitt. Og að allum þessum málum kom nú Sveinbjörn og reyndar Ágúst líka því Ágúst var þá húsasmiðurinn og var með verkamenn í vinnu og hann sá byggingu stíflunar Garðsdal og ýmislegt og síðan barnaskóli. Svo kemur barnaskóli, já. Pressetri var komin náttúrulega og svo spítalinn. En þarna bara Ólafsvörður orðin að verða svolítið myndalegur. Já, spítalinn, hann kom 30 eitthvað. Já, hann kom 30. Og fæsti læknar. Já. Nei, þú ert ekki skólabróðir Úlla Jóhanns. Nei, ég ekki skólabróðir, ég fermingarbróðir Bigga. Þú fermingarbróðir Bigga, já. Já, ég þekki nefnilega Úlla vel. Ég var bara í skóla í sveitinni, farskólanum í sveitinni. Já, og hvernig var hann? Hvernig var hann? Já, hvernig var skólaganga því? Fyrsta veturinn sem ég fór í skóla, grunnskólan eða barnaskóla þá var kennt hálfan mánuð á Kleifum, hálfan mánuð á Þórðarstöðum og hálfan mánuð á Bakka. Já. Og kennari var nýútskrifaður úr kennaraskólanum, Rögnvaldur Müller. Já. 39 byggt skólahús í Hringverskoti og þá hætt að kenna á Bakka og þá kennt hálfan mánuð á Kleifum og hálfan mánuð í Hringverskoti og þannig var það sem ég átti eftir að barnaskóla tíðinni. Þannig að
kennari minn í alla ballaskólu var sá eini Rögnvaldur Möller. Og máttu hann fram á bara á milli daglega, hvernig var þetta? Nei, það var hálfan mánuður á Kleifunum. Já. Og svo hálfan mánuður og hann bjó alltaf hérna á Þórustaði, hérna, þetta herbergi hérna. Já, það er ekki annað. Já. Ég kynntist nú sjálfur Rögnvald síðar. Kenndur með það kannski? Nei. Hann var hættur þá. Já, ég kynntist honum bara sem manni og Já. mér fannst hann bara fínn og skemmtilegur. Já. Hérna, ég glemdi að spyrja áðan eins og til dæmis bara á sömurinn, ég veit að það var nóg að gera í heyskap og allt þetta. En hvernig var áin? Var hún aldrei gjöful af fiski? Jú. En bara það voru sára fáir menn sem stunduðu veiða. Það var stofnað veiðifélag, pabbi stóð nú fyrir því held ég og það átti að fara að reyna að rækta upp jafnvel lax eða eitthvað í ánni. Já. En það gekk bleikjæjana eins og er enn í dag. Og ég man aðalega eftir 2 mönnum sem stunduðu eitthvað að ráði svona í frítíma að koma að veiða. Já. Það var Ágúst Jónsson og Rögnvaldur Möller. Já. Þau eru átt ánægja því að standa á bakkanum og veiða. Já. Og þannig, annað var nú ekki hugsað, það var bannað þannig að vera með net í ánni. Já. Eftir að veiðifélag og eftir að lögum lax og silungsveiði gengu í gildi í 30 og eitthvað. Já. Reglugerðar farganir komið strax? Já, og komið það, sjálfsögð. Hvernig kom síminn að Þórustaði? Hvernig var það? Var hann ekki... Jú, hann kom 30 og eitthvað. Já. Sko það var, síminn var lagður, náttúrulega búið að leggja hann yfir Grímsbrekkur og Lágheiði. Já. Og síðan fekk pabbi það gegn að fá síma í Þórstöð, það var það kölluð 3. flokks símstöð. Nú, já. 3. flokks símstöð og þá þurftum við alltaf að hringja bara á miðstöð sem var hérna í Árnahúsinu, þú veist. Já. Eða Pálshúsi sem við köllum núna. Já. Mummabúð? Mummabúð, já. En hvað það, hann kom, 30 og eitthvað ég manni. Og það var bundið því skilyrði að pabbi eða Þórustaði sæjum eftirlit með símalínum á veturnar. Já. Það hefur nú verið tólsett brasa. Og það var stundum svolítið bras. Já. Það var mjög algengt að það fóru snjóflóð á símalínunnar á Kolsvardalnum og þá var allt sambandslust. Náttúrulega einhver. Og þá var það, maður fór með bakpoka með græjurnar allar í allavega veðri og færi. Fórst þú í svoleiðis leiðangra? Marga. Já. Og tókst alltaf að laga, var alltaf... Það tókst alltaf að laga fyrir rest en ekki kannski alveg samdagur sem nærri því. Nei. Það var ýmist reynt að hérna mókum staurana og reisa þá upp og strekkja þá víra aftur og að hafa græjur með sér í þetta. Síðan kom nú að var hægt að leggja það sem við kallum nú jökla, einangraða þráð bara á milli yfir snjóflóðinu og tengja það sitt hvoru megin og svona ýmislegt. Stundum sló saman sem kallað var, þá var nú nóg að fara upp í staur og geta losað írana í sundur. Það var ýmislegt að geta. Og ísingin fræga, sem er enn að hrjámenn, eða símalínur og rammarslínur. Man ráða ekkert við frostun, ég ætla að gera eitt.